Góðan dag og velkomin í Gunnhann Barasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Gunnlaug Hannesdóttir, Gunnhann. Og já, þið getur fundið mig á Instagram og Facebook undir því nafni, Gunnhann. Og ég set þar ýmislegt inn, svona hvað ég að bralla og brasa. Ef þú ert á Instagram til dæmis, þá ég svolítið dugleg að setja þar inn. Ég ekki eins dugleg á Facebook, ég viðurkenni það. Spurning að fara að taka mig tak þar. En ég í klári. Búin með peysuna, mjög ánægð með hana. Ótrúlega þægileg og ákveða gott að vera í svona silki peysu. Og þetta hafðist, hvað ætlaði séu langt síðan, mörg ár síðan ég keypti þetta garn. Ég held að það séu 2-3 ár, man það ekki. En allavega, það hafðist. Og nú bara að klára svo grænu peysuna, eða grænbláu peysuna sem ég að prjóna úr silkigarni. Það býður núna. En það eitt af þeim verkefnum sem eru í vinnslu hjá mér. Og talandi um það, þá ég að hekla dúlluteppi fyrir Berglindi, dóttur mína. Og ég prófaði, hvernig þetta? Jú, þetta svona. Og ég prófaði sem sagt að sauma saman dúllurnar. Ég búin að gera eitthvað í kringum 100 dúllur, eitthvað svoleiðis. Kláraði garnið, hélt ég þurfti að kaupa aðeins meira og þá hófst leitin að garni sem passaði við. Ég búin að kaupa nokkra dokkur og var þá ekki með þetta með mér. Mjög sniðugt. Og þannig að ég keypti nokkra dokkur sem ég hélt að myndi passa en gerði ekki. En hér sett nýr litur, svona dökkur nýr litur. Fannst samt að ég þyrfti meira, og þá langaði mér svolítið í eins og þennan lit. Mér fannst hann skemmtilegur, koma vel út. Mér langaði meira af svona gati sem passaði við þetta. Fann ekkert í búðunum, þannig að ég fór á síðuna hjá Hexex Dyedworks og pantaði þar 2 liti, þessa hérna. Og þessi dökki aðeins of dökkur kannski til þess að vera í dúllum. Svo hefur þetta breyst núna af því að í morgun þá var ég eitthvað að tekka á þessu og talaði við Berglindi af því að ég sá svo á netinu aðferð til þess að hekla þetta saman. Þannig ég ákvað bara, ok, nú ætla ég að leyfa henni að ráða hvort ég hekla þetta saman eða sauma það. Þannig að ef þetta saumað þá þetta svona meira svona þétt peysa. Ef ég hekla þá kemur svona svolítið loft inn á milli. Henni fannst flott heklað, þannig að ég gerði pröfu og með dökkagarninu og hún hérna. En hún þarf að svona sjá þetta, þannig að ég þarf að gera pröfu líka með ljósagarninu og leyfa henni að sjá þetta og ákveða hvort hún vilji og hvort hún vilji fá þetta heklað eða sauma saman. Þannig að ég bara pínu stopp í þessu. Þannig á næstu dögum þegar við hittumst að þá tekur hún ákvörðun og ég fer eftir því sem hún vill. En mér langar að fara að klára þetta. Og það eitt að ef ég hekla þetta saman, að þá myndast svona 1-2 cm á milli og þá þarf ég færri dúllur. Þannig að kannski ég bara komin nóg. Kannski þarf ég ekki að gera fleiri. Það var náttúrulega bara frábært. En á móti þá þarf ég að hekla þetta. En á móti þá þarf ég ekki að sauma. Þið skiljið þetta. Það kemur í ljós. En allavega í næsta þætti þá hlýti ég hljótu við að vera búin að taka ákvörðun. Og ég byrjuð að gera aðra hvoru aðferðina sem hún hefur valið. Og hvaða garn hún vilji. Ég að prjóna hönsistrikkpeysu sem ég hef sýnt ykkur og ég komin með aðra ermina. Hún hérna. Það nú ekki mikið að marka kannski að sjá þetta svona því að þetta ég á eftir að þvo þetta. Þetta svolítið krumpað. En já,
og ég byrjuð á seinni erminni. Málið er það að ég ætlaði að hafa stroffin eins, semst í sömu litunum, en ég fann ekki græna litin sem á bolnum, þannig að þá ákvað ég bara, ok, þá hef ég bara munstrið í alls konar litum. Nei, þá hef ég bara stroffið í alls konar litum. Þannig að þetta er blátt, ljósblátt og dökkblátt, þetta er bleikt og dökkblátt. Það bara eykur á litagleðina. Þannig að ég hef eiginlega ekkert verið að prjóna í þessari núna í svolítið tíma. Þannig að nú þarf ég að taka hana upp og halda áfram, þess að. Það verður svolítið gaman þegar ég hef búin að setja þetta saman og fann að gera hérna berustykkið. Það verður gaman. En þetta mjakast áfram. Þannig að alltaf þegar maður að gera fullt af hlutum og svo fær maður alltaf einhverja nýjar hugmyndir og það er endilega að fara að prófa þær og svona. Jájá, en þetta fer ekkert út í horn og býður þar í 2 ár eða eitthvað. Nei, ég ætla að klára þetta í vetur eða eitthvað. Talandi klár. Þetta eru vettlingar sem að ég gerði í vetur og eru prjónaðar úr léttlópa. Var að prófa uppskrift eftir úr bókinu hennar Kristínu Harðar. Þegar ég var langt komin með seinna vettlinginn þá fór ég að hugsa, býttu, þetta er nú eitthvað svolítið skrítið. Hann er svolítið mjór og ég bar þá saman og það var alveg, já, virkilegu munur. Og ég bara, jæja, Gunnlaug. Það er eins og ég segi stundum, það er ekki að sjá að ég sé handavinnukennari stundum. Þegar ég ger einhverjar bölvaðar vitleysus. Og mér féllu svolítið hendur og ég segi, á ég ekki bara að henda þessu. Ég reki þetta bara upp og eitthvað svona. Og svo ok, nei, ég fann út hver vitleysan var. Það var þannig að ég, eftir stroffið átti ég að auka út einhverja 4 eða 6 lykkjur. Gerði það ekki á seinni vettlingnum sem að gerði það að verkum að hann varð mjóri. Þannig að ég rekti hann bara niður að stroffi og prjónaði aftur. Og gerði þumlana, eins og ég var að tala seinast, ég er með svona þumlavandamál. Mér finnst leiðilegt að prjóna þá. Og þeir eru tilbúnir og ég er ánægð með að hafa tekið mig tak og lagað vitleysuna. Annað klár. Ég kláraði þessa peysu. Þessi peysa er prjónuð úr einföldum plötulopa og móhergarni og svolítið þykku móher. Ég var búin að gera upp að höndum bolinn og ég var búin með ermarnar en svo var málið að finna eitthvað munstur sem passaði og hvaða garn ég ætlaði að nota og svoleiðis. Þannig að ég tók mig til núna í sumar og ok, nú ætla ég að klára hana. Þannig að ég fann til þetta hérna garn og já, og kláraði. Og hún bara er öskuti fín. Ég held meira að segja að ég sé komin með eiganda að henni. Það var einn sem sá hana hjá mér og sagði bara, heyrðu, ég vil fá þessa. Þannig að það er voða góð tilfinning þegar maður klárar eitthvað. Sérstaklega eins og þessi peysa sem ég byrjaði á fyrir mörgum árum. Hún er búin að vera í poka hjá mér, já, örugglega í 2-3 ár. Og ég hef oft tekið hana upp og sagði, já, nú ætla ég að fara, klára hana og ég hef aldrei fundið almennilegt garn í munstrið. Af því mér langaði að hafa, öðruvís svona effektgarn. En ég var ekki að finna það. En það fannst núna og þessi er búinn. Í seinasta þætti var ég að segja ykkur frá nálabollapúðunum sem ég er að gera. Og sem eru bara mjög sætir þó ég segi sjálf frá. Ég held að ég hafi fengið þessa hugmynd af því að amma mannsins míns átti skó sem var búið að gera að nálapúða. Ég kann ekki útskýra en hérna kemur myndin af honum. Þetta fannst mér svo sniðug hugmynd og ég átti svona gamla
bolla sem að ég svo sem var ekkert að nota það neitt. Og ég hafði, eins og ég sagði seinast, ég hafði gert úr einu bollanum kerti og ég var bara, byrju, hvað getur maður gert fleira við svona gamla bolla? Og þetta finnst mér bara æðislegt að hafa á vinnuborðinu, eða þú veist þar sem að ég er að setja og sauma eða eitthvað. Og þetta er bara prýði. Þetta er bara mjög fallegt. Og eftir seinasta þátt að þá fékk ég skilaboð frá Guðrúnu Ísfold þar sem hún sagði mér og sendi mér myndir af barnabarnið hennar, hún Klara Ísfold, hún fór á leirnámskeið og gerði bolla og gaf ömmu sinni. Og Guðrún, hún ákvað að sauma með gömla krossaumnum stykki og gerði svona nálapúða úr því. Og hún sendi mér mynd af bollanum og ég fekk leyfi til þess að sýna hann hérna. Þetta finnst mér alveg frábært. Og frábært að það sé svona samstarf. Að barnabarnið geri eitthvað og amman haldi svo áfram að vinna með það. Og geri, hvað segir maður, setji sitt mark á. Æðislegt. Það er svo skrítið með það að þegar maður er í fríi, eða þess maður veit að maður á frí svona næstu vikurnar, að þá heldur maður að maður geti gert svo margt. Og maður ætlar sér, og ég ætla mér að gera svo margt. Ég ætla að sauma föt og ég ætla að gera þetta og ég ætla að gera hitt. Svo er bara sumar að vera búið, eða það er að segja, það er 2 vikur þangað til ég fer að vinna í skólanum og ég er ekki búin að gera svona kannski eitthvað af þeim verkefnum sem ég ætlaði mér, en ég er búin að gera sem fullt. Þannig að það verður bara geymist, gerir það bara í vetur eða eitthvað. Af því að ég fæ oft hugmyndir og þá verð ég bara að vinna þær strax, prófa þær strax. Ég ætla að segja þetta gott í dag. Þetta er svona, ég er búin að fara yfir einhver klár hjá mér og eitthvað af þeim verkefnum sem að bíða þess að ég setjast niður og haldi áfram með. Og svo er ég að vinna í öðrum líka verkefnum sem að ég ofta að sýna ykkur seinna. En ég segi bara takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.